Fræðsla úr orði Guðs. Nú verða sagðar veðurfregnir, en tilefni þessara veðurfregna leiðtogafundur sem haldinn í Glasgow 1. til 12. nóvember 2021. Hver væri endanleg lausn á loftslagsbreytingum? Hvernig hafa menn hugsað sér að bjarga heiminum? Hvaða þýðingu hefur loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna COP26 sem nú stendur yfir í Glasgow? Fólk allan heim býr nú þegar við hrikaleg öfgaveður. Loftslagið tekur stöðugum breytingum. Það mun halda áfram að breytast með hrikalegum afleiðingum, jafnvel þótt við minnkum losun gróðurhúsalofttegunda. Heimurinn kemur að öllum líkindum ekki til með að ná að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráður eins og stefnt að. Ef við höldum áfram á sömu braut, mun hitastig halda áfram að hækka sem veldur enn hörmulegri flóðum, skógareldum, ofsaveðri og eyðingu dýrategunda. Skógar gegna mikilvægu hlutverki við að fjarlægja kolefni úr loftinu. Það mikilvægt að vernda þá ef loftslagsmarkmiðin eiga nást. Hefur Biblían eitthvað að segja okkur veðurhorfur eða loftslagsvá? Opinberunarbókin 11. kapli 18. vers segir: Reiði þín kom til að eyða þeim sem jörðina eyða. Berum við ábyrgð á því að halda vistkerfinu í lagi. Í 1. Mósebók 2. kapla 15. vers segir: Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hefur maðurinn brugðist þessu hlutverki sínu að gæta þess sem Guð hefur gefið honum. Ríkisstjórnir hafa stigið upp til að vernda líf og lífsviðurværi, en loftslagsbreytingarnar hafa haldið áfram og þær ógna lífi á jörðinni. Til að ná loftslagsmarkmiðunum þurfa samfélög að taka róttækum breytingum. Í nóvember stendur Bretland ásamt samstarfsaðilum frá Ítalíu fyrir viðburði sem margir telja vera síðasta tækifæri heimsins til að ná stjórn á loftslagsbreytingum. COP26 loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna 2021. Í næstum 3 áratugi hafa Sameinuðu þjóðirnar safnað saman næstum öllum þjóðum heims á alþjóðlega loftslagsráðstefnu sem kallast COPs, sem stendur fyrir Conference of the Parties. Á þeim tíma hafa loftslagsbreytingar farið úr því að vera mikilvægt málefni í alþjóðlegt forgangsverkefni. Markmið viðburðarins að undirstrika mikilvægi og brýna fyrir stærstu hagkerfum heims að auka viðleitni sína til að sporna gegn loftslagsbreytingum með það að markmiði að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráður. Því haldið fram að munurinn á 1,5 og 2 gráðum sé verulegur. Sérhver aukning á gráðu skila sér í aukinni áhættu fyrir fólk, samfélög og vistkerfi. Aðal markmið Bretlands fyrir leiðtogafundinn í Glasgow að halda hlýnun innan við 1,5 gráður. Farsæl niðurstaða í Glasgow krefst þess einnig að þróuð lönd standi við loforð sem þau gáfu árið 2009 að verja 100 milljörðum á ári fyrir árið 2020 til að styðja við loftslagsaðgerðir í þróunarlöndunum. Opinbera tölur fyrir árið 2020 munu ekki liggja fyrir en árið 2022, en ljóst að markmiðið náðist ekki á síðasta ári. Nýlega tilkynningar þar á meðal loforð Joe Biden forseta að tvöfalda útgjöld til loftslagsmála hafa fært þróuð lönd nær því að standa við loforðið sem tilkynnt var. Biden lofar að Bandaríkin munu tvöfalda opinbera alþjóðlega fjármögnun til að hjálpa þróunarríkjum að takast á við loftslagskreppuna. En meira þarf að gera til að endurheimta trúverðugleika og efla traust á COP26. Bretland vinnur með hverri þjóð að því að ná samkomulagi hvernig eigi að takast á við loftslagsbreytingar. Leiðtogar heims hafa komið til Skotlands ásamt tugum þúsunda samningamanna, fulltrúa ríkisstjórna og fyrirtækja og borgarar í 12 daga viðræður. Til stóð að Francis páfi yrði viðstaddur COP26, en síðar kom í ljós að hann mun ekki mæta. Það breytir því samt ekki að Vatíkanið mun hafa gríðarleg ítök á ráðstefnunni, eða eins og haft var eftir fulltrúum Vatíkansins. Jafnvel þó Francis páfi muni ekki mæta á 27. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow í eigin persónu, mun sendinefnd Vatíkansins og kaþólsku kirkjunnar vera allstaðar
á 2 vikna leiðtogafundinum. Frá æðsta stigi einkaviðræðna til hliðarlínunar með grasrótinni og við viðburði sem samfélagi stendur fyrir. En Francis hefur þegar haldið sinn eigin fund með helstu trúarleiðtogum heims. Þann 4. október var haldinn fundur í Vatikaninu sem var kallaður Faith and Science eða trú og vísindi. Svo ég vitni í grein þar sem fjallað fundin, en þar segir: á fundinum Faith and Science Towards COP26 sem haldið var 4. október komu saman 40 leiðtogar frá helstu trúarbrögðum heimsins ásamt 10 vísindamönnum sem gafu út sameiginlegt ákall fyrir COP26. Viðburðurinn var kynntur af sendiráðum Bretlands og Ítalíu til Páfagarðs ásamt Páfagarði. Dagskrá viðburðurins útskýrir að viðræðurnar hafa átt sér stað á þeim tíma þegar brýn þörf á að grípa til aðgerða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í net zero. Joe Biden Bandaríkjaforseti og Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands eru viðstaddir á leiðtogafundinum. Páfi gagnrýndi að Donald Trump fyrrverandi forseti Bandaríkjanna hefði dregið Bandaríkin úr Parísarsamkomulaginu til að takmarka hlýnun jarðar. Vatikanið fagnaði endurkomu Joe Bidens forseta að samkomulaginu. John Kerry, sendiherra Bidens í loftslagsmálum, hitti Francis í maí og sagðist vona að páfi myndi mæta á COP26 vegna þess að páfinn hefur siðferðislegt vald til að breyta almenningsálitinu og stuðla að loftslagsbreytingum. Páfinn einn af stóru röddum skynseminnar og samfærandi siðferðisvald varðandi loftslagsmál. Hann hefur verið á undan öðrum, hann hefur verið leiðtogi. Alfræði rit hans, Laudato Si, í raun mjög kröftugt skjal, mælst og siðferðislega mjög samfærandi. Ég held að rödd hans verði mjög mikilvæg rödd fyrir og í gegnum Glasgow ráðstefnuna, segir hann. Opinberunarbókin 13:4 segir: þeir tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu: hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Hvernig getur páfi, sem kallaður andkristur í spádómum biblíunnar, sameinað heiminn í eina alheims tilbeiðslu? Svar: með því að koma loftslagsbreytingum á oddinn. Francis mun gefa sérstaka ráðleggingar til að takast á við vandamálið. Save the Planet Crusade mun bjóða upp á fullkomin vettvang til að hvetja heiminn til að leggja sunnudaginn til hliðar sem leið til að gefa umhverfinu og kúuðum fátækum hvíld og gefa fjölskyldum tíma til að safna saman til tilbeiðslu. Opinberunarbókin 13. kapli 11. vers segir: og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði 2 horn lík lamshornum, en það talaði eins og dreki. Drekin tákn Satans sem vinnur í gegnum verkfæri Rómar. Drekin í opinberunarbókinni alltaf nefndur í samstarfi við Róm á mismunandi tímum. Róm reyndi að drepa Jesú. Páfagarður reyndi að tortíma fólki Guðs á 1260 ára tímabilinu og Bandaríkin sem umboðsmaður til að endurreisa Rómaveldið mun reyna að eyða síðustu leifunum. Það virðist ótrúlegt, en valdið sem hafði 2 horn eins og lamb mun á endanum tala eins og drekinn. Bandaríkin munu hjálpa páfagarðinum að fá vald sitt á ný. Það mun blanda saman kirkju og ríki og knýja fram merki dýrsins, ellegar þola dauðadóm. Dýrið sem stígur upp úr hafinu í 13. kafla opinberunarbókarinnar táknar páfadóm og dýrið sem stígur upp á jörðinni táknar Bandaríkin. Það átakanlegt að annað dýrið, Bandaríkin, muni tala sem talsmaður fyrra dýrsins, páfadómsins. Nú þegar Francis páfi hefur stuðning Joe Biden forseta í þessum loftslagsbreytingum munum við sjá spádóma rætast í allra augsýn. Næstu skref í stefnu páfadóms loftslagsbreytingar að fulltrúar hans á COP26 ræða hnattrænar loftslagsbreytingar og gefa sérstakar ráðleggingar til að takast á við vandann. Hér ákall Francis páfa til alls heimsins. Bæði heims hamfarirnar, COVID og loftslagsbreytingar sanna að við höfum ekki tíma til að bíða. Tíminn að þrýsta á okkur
og það sem COVID-19 hefur kennt okkur. Já, við höfum burði til að takast á við áskorunina, sagði Francis og bætti við. Tíminn hvetur okkur og eins og COVID-19 sýndi höfum við tæki til að takast á við skaðan. Við erum með verkfærin. Þetta er stundin til að bregðast við. Við erum á brúninni. Francis nefndi svo gamalt spænskt orðatiltæki að Guð fyrirgefur allt. Við mennirnir fyrirgefum stundum en náttúran fyrirgefur aldrei. Francis páfi lýkur boðskap sínum með ákall til allra leiðtoga heimsins og hvetur þá til að bregðast við af hugrekki, starfa af réttlæti og segja alltaf sannleikann við fólk, svo að fólkið viti hvernig það á að vernda sig fyrir eyðileggingu plánetunnar, hvernig á að vernda plánetuna frá eyðileggingunni sem við oft völdum. Í Laudato Si, 13. málsgrein, ritar Francis páfi: Sú brýna áskorun að vernda sameiginlegt heimili okkar felur í sér umhyggju fyrir því að sameina alla mannkyns fjölskylduna til að leita að sjálfbæri þróun. Því að við vitum að hlutirnir geta breyst. Mannkynið hefur enn þann hæfileika að vinna saman að því að byggja okkar sameiginlega heimili. Francis lagði til útrýmingu kolefnislofttegunda, breytingar á samgöngum, gróðursetningu trjáa, takmörkun á notkun loftkælingar, endurvinnslu og að sniðganga ákveðnar vörur, auk þess að gefa plánetunni sunnudagshvíld. Allt þetta mun hjálpa til við að leysa vandamálið. Páfinn kallaði einnig eftir alþjóðlegum sáttmálum sem myndu þrýsta á efnu lönd til að hjálpa fátækari að aðlagast. Þar á meðal aðgerðir til að hjálpa þeim að skipta út jarðefniseldsneyti yfir í hreina orku eins og sólarorku. Þannig sagði hann í 53. málsgrein að setning lagaramma sem getur sett skýr mörk og tryggt vernd vistkerfa sé orðið ómissandi. Sunnudagshvíld er meðal þess sem Francis páfi leggur til að verði komið á. Ég vitna í málsgrein 237 í Laudato Si. Sunnudagur er dagur upprisunar, fyrsti dagur hennar nýju sköpunar, en frumgróði hennar er upprisið mannkyn drottins, loforð endanlega ummyndun alls skapaðs veruleika. Það boðar líka að eilífa hvíld mannsins í Guði. Það er athyglisvert að Francis páfi notar upprisu Jesú til að undirstrika þessa hugmyndir sínar og ber hana fram sem fyrsta dag hennar nýju sköpunar og þar með ástæðu til sunnudags helgihalds og boðar hana sem eilífa hvíld mannsins í Guði. Hins vegar, ef við sannreinum þessa fullyrðingar út frá Biblíunni einni saman, þá stenst þetta ekki í skoðun. Yfirlýsingar Francis páfa eru rangar. Í Rómverjabréfinu 7. kafla 3-4 vers segir: Eða vitið þér ekki að allir vér sem skírðir erum til Krists Jesú erum skírðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þannig að það er vissulega minnisvarði upprisuna boðaður í Biblíunni. En það er ekki að halda sunnudaginn heilagan. Skírnin er minnisvarði dauða, greftrun og upprisu Krists. Það eru engin fyrirmæli að minnast fyrsta dags vikunar. Grundvöllur þess að halda 7. daginn sem hvíldadag er eftir sem áður beint boð frá Guði. Það er að finna í boðorðunum 10. Lesum áfram það sem Francis segir í málsgrein 237. Lögin vikulega hvíld bönnuðu vinnu á 7. degi, svo að uxi þinn og astni geti hvílt sig og sonur ambáttar þinnar og útlendingurinn megi endurnærast. Francis páfi vitnar í 2. Mósebók 23. kafla 12. vers, en það er ekki talað sunnudag þar. Þetta vers bendir okkur á 7. daginn sem hvíldadag. Ekki falla fyrir þessari rangtúlkun og blekkingum. Francis páfi er áhrifamikill trúarleiðtogi og fólk allan heim mun leita til hans til að fá leiðbeiningar og stuðning í þessari kreppu sem við stöndum frammi fyrir og öðla stuðning. En eins og segir í Opinberunarbókinni 13. kafla 3. vers: Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Við skulum hverfa aftur til tíma Jesú. Farisearnir og trúarleiðtogarnir dæmdu Jesú til dauða
fyrir að brjóta hvíldardaginn í Jóhannesar guðspjalli 5. og 9. kafla. Og við sjáum þar að þessir andstæðingar Jesú hafi verið menn sem fólkinu hafi verið kennt að virða allt frá barnsæsku og að beygja sig fyrir valdi þeirra. Hvernig stóð á því að þessir höfðingjar og lærðu fræðimenn trúðu ekki Jesú? Myndu menn ekki taka á móti honum ef hann væri Kristur? Það voru áhrif slíkra kennara sem leiddu til þess að gyðingaþjóðin hafnaði lausnaranum og báru fram ásakanir á Jesú að brjóta hvíldardagsboðorðið. Opinberunarbókin 14:7 segir: Óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbiðið þann sem gjört hefur himininn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Takið eftir því að hér er mjög svipað orðalag og við lesum í 4. boðorðinu að halda 7. daginn heilagan, en þar segir: Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þannig er það að núna þegar komin er stund dóms hans, þá erum við hvött til að tilbiðja skaparann sem einnig skapaði hvíldardaginn á 7. degi sköpunar vikunar. En því miður þá hafnar allur þorri manna ekki bara hvíldardagi Drottins, heldur hafnar því að hann sé skapari okkar og okkur beri að hlýða honum fremur en mönnum. Hvernig lítur kaþólska kirkjan á endalok heimsins? Páfadómur tekur undir þróunarkenninguna uppruna lífsins. Rómversk kaþólski guðfræðingar og páfar kenna að blessuð von kirkjunar sé ekki að finna í endurkomu Jesú. Markmiðið er að páfadómur taki yfir ríki þessa heims með því að sameina ríki og kirkju til að koma á guðræðisríki, þar sem kirkjan mun stjórna og veita ráðamönnum heimsins leiðsögn. Ekki falla fyrir þessum boðskap. Endanleg uppfylling þessara spádóma mun hafa áhrif á líf alls fólks allstaðar. Nú þegar hefur samstarfi milli dýranna tveggja í Opinberunarbók 13. kafla verið komið á. Þegar þú horfir á Joe Biden tala við Francis Páfa, þá er það augljóst að þeir munu fljótlega styrkja samstarfsvitt með lagasetningum. Joe Biden vinnur að því að hraða uppfyllingu spádóma Biblíunnar. Umbótafræðingurinn Harold Robbins útskýrði markmið páfadómsins. Hann segir: Það sem rómversk-kaþólska kirkjuríkið áorkaði í litlu mæli á miðöldum er það sem það ákveður að ná á heimsvísu á komandi árþúsundi. Frá tímum heilags Ágústínusar hefur rómversk-kaþólska kirkjan talið að steinninn sem lendir á fótum myndarinnar í Daniel 2 tákni ekki endurkomu Jesú. Það táknar frekar páfadóminn sem tekur við völdum veraldlegra valda heimsins til að koma á alhliða friðaríki Krists á jörðu. Það er staðreynd að á fjalli freistingana bauð Satan Jesú öll ríki heimsins og hann hafnaði þeim, en Satan bauð páfaríkinu þessi sömu ríki og páfadæmið þáði boðið, eða eins og segir í Opinberunarbókinni 13. kafla 15. vers, og því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyddir sem ekki vilja tilbiðja líkneski dýrsins. Lokatíma atburðarás páfadómsins er gjörólík þeirri sem sagt er frá í Biblíunni. Biblían sýnir atburðarás þar sem jörðin verður lögð í eyði. Þú mun taka eftir því að Francis Páfi og allir aðri páfar í fortíðinni benda fólki ekki á atburðina sem muni gerast þegar Kristur kemur aftur. Við skulum rifja upp það sem Biblían kennir. Endurkoma Krists mun eyða jörðinni. Jesaja 24. kafli 19-20. vers segir: Jörðin brestur og gnestur, jörðin rofnar og klofnar, jörðin riðar og iðar, jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Misgjörð hennar liggur þungt á henni, hún hnígur og fær eigi risið upp framar. Ímyndaðu þér jarðskjálfta sem jafnar fjöllin og færir eyjarnar til. Það verður sannarlega dagur eyðingar fyrir þá sem eru ekki tilbúnir fyrir endurkomu Jesú. Opinberunarbókin 18:18 segir: Og eldingar komu og brestir og þrumur
og mikill landskjálfti, svo að slíkur hafði eigi komið frá því menn urðu til á jörðinni, svo mikill var sá jarðskjálfti. Þessi heimur verður óbyggður af fólki eftir að Jesús kemur aftur. Jesaja 24, vers 4-5 segir: Jörðin viknar og kviknar, heimur bliknar og kviknar, tignamenn lífsins á jörðinni blikna, jörðin vanhelgast undir fótum þeirra á henni búa, því að þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Það því ekki bjartar veður horfur framundan og það verða jarðskjálftar, hungursneyð, drepsótt, félagsleg ólga og stríð sem munu leiða til þrenginga eins og aldrei áður hefur verið. Elía var kennt hamfarirnar sem áttu sér stað á hans tíma og hann var hundeltur allstaðar. Á síðustu dögum verða þeir sem trúa Biblíunni hataðir og ofsóttir af öllum þjóðum og verða kennt hörmungar heimsins. Það verður sagt að það sé vegna þess að þeir lifa ekki í samræmi við loftslagslöggjöfina og virða ekki sunnudaginn. Undir lok þrengingarinnar miklu munu 7 síðustu plágurnar eyðileggja jörðina og endurkoma Jesú mun færa jörðina aftur í það form sem hún var við fyrri sköpunina. Veik, dimm, tóm, óregluleg og óbyggileg. Englarnir munu þá safna saman hinnum útvöldu Guðs og fara með þá til himna í 1000 ár eins og lýst í 20. kafla Opinberunarbókarinnar. Það verður ekkert 1000 ára ríki hér á jörðinni eins og páfi stefnir að. Nei, þessi stað munu þeir sem taka við Jesú og virða hans boðorð eyða 1000 árum með honum á himnum. Eftir þessi 1000 ár munum við snúa aftur hingað og Kristur mun endurskapa þessa jörð. Hann mun skapa nýjan himinn og nýja jörð eins og segir í Opinberunarbókinni 21, 1-3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið ekki framar til og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. Það því engar bjartar veður horfur framundan, ekki fyrr en 1000 ára tímabilið hefst og við dveljum á þeim stað sem Kristur lofaði okkur þegar hann sagði að hann færi burt að búa okkur stað. Það á þeim stað þar sem aðeins fallegt veður, engin stormur eða náttúruhamfarir. Aftur á móti sér páfadómurinn fyrir sér ljómandi framtíð fyrir plánetuna undir siðferðislegri forystu sinni, að hans mati munu hugvit manna og alþjóðalög geta leyst vanda plánetunar og Guðs ríki verði stofnað á jörðu þar sem páfadómur þjónar sem siðferðisleg rödd þjóða heims. Páfadómurinn telur að þetta Guðveldi muni koma á langþráðu árþúsundi friðar og velmegunar fyrir alla. Fyrir páfadóminn þessi heimur varanlegt heimili okkar, hugmynd sem stangast á við Biblíuna eins og segir í Filippíbrefinu 3:20, en föðurland vort á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krist. Jesús stöðugt að kalla fólk út úr Babýlon. Viðvaranir Opinberunarbókarinnar kærleiksboðskapur og í 1. Tímóteusarbrefi 2:4 segir: Guð vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar og sannleikanum. Kirkja og ríki munu sameinast að knýja fram merki dýrsins. Að einblína á Jesú og endurkomu hans eina forgangsverkefni lífsins og öryggi okkar á síðustu dögum. Kæri hlustandi, nóvember 2021 stór viðburður þar sem allir trúarleiðtogar ásamt páfanum komast að samkomulagi róttæk skref til að leysa loftslagsbreytingarnar. Ég sannfærður að rödd páfans muni koma upp á yfirborðið og blása í lúðra til að knýja fram sunnudags helgihald hvern 7. dag, hvíldardag,
minnir Guð okkur á að hann skapari okkar og við eigum að gæta umhverfisins þar sem hann hefur gefið okkur yfirráð yfir sköpun sinni. Viltu standa fyrir sannleika Biblíunnar? Biblían okkar eini leiðarvísir til lífsins. Settu traust þitt á Jesú og megum við öll halda áfram að leita sannleikans í spádómum Biblíunnar.